sjónvarpinu, því að núna byrjar Space, the final frontier. These are the adventures of Legoland Space. Its unending mission to explore the depths of imagination, to seek out brave new worlds of excitement, to boldly go where no child has gone before. Each set sold separately. Velkomin í þennan þátt að bíóbílum. Komst hólpuna fyrst? Skilum við með svona extra sexy þátt. Já. Svo segi. Já. Við ákváðum að kíkja á teiknimynd. Þetta er svona Lego mynd. Já. Let's go mynd. Lego. Og já, leikið ykkur vel frá Danmarku. Þessi mynd er rosalega svona flókin. Eða svona, hún er lengi að byrja. Já. En hún fer á mjög skrýtna staði. Já, það er tímaflakki í þessari mynd. Já, einmitt. Það er of seint, en... Velkomin í bíóbílun. Ok, byrjum upp á nýtt. Ok, tímaflakk. Tímaflakki, slips, spóla baka. Kæra 144 km hraða, en já. Ég var með að spá, eigum við að, eigum við að tala um myndina? Eða eigum við að endurleika myndina? Það er alltaf þáttur, Við getum reynt að endurleika myndina. Já, ertu með eitthvað? Ég er með stöð. Handakur. En við sjáum ekki neitt, við erum ekki meira en monitor. Já, við Þannig þetta er alltaf eftir eiginni, Þannig að, bara bear with us. Ok. Ok, svo myndin fjallar ertu með það gaur, eða? Sjá. Þetta er Rex, allavega. Svo hérna. Já. Þetta situr hann að hjálma á hann. Já. Já, bara við erum velkomin í bíóbílinn. Já, þetta er svona... Þess við tölum ekki um kvikmyndir. Þetta er svona Let's Play þátturinn, Let's Play útgáfan. Svo Svona... við erum með þennan gaur sem að Þannig hver? Þetta er mitt, hann var Hann er aðalsöguhetjan. Aðalsöguhetjan, já. Og Sem svo er líka... Já, þessi hérna. Já. Þau eru Vill mig. bestu vinir. Já. Já. Og svo allt í einu kemur þessi gaur og eitthvað, ég er betur útgáfan á þér, Emmett. Hvað er þessi þáttur? Nei, þú ert það ekki, en já. Ég vil samt vera eins og þú, af því að hún villi mig heldur að ég sé bara eitthvað mjúkur kall. En ég er alveg að kuppa kall. Já, ég er með plastið og plastið er hart. Já. Þannig að... Þetta er mjög svona abstrakt þáttur hjá okkur. Já, ég verður Þetta er bara fínt. Svo- Ok, Svo... Já, Unikitty er allavega hrættum að voðalega reið. Úff. Já. Já, þetta er Ég vona að þetta sé allt í trailerinn út af því ég vona að við séum ekki að spoila þetta. Já, nei. Svo þetta er hús sem að breytist í gameskip í myndinni. Það ætti bara að þakja á þetta. Já, ég er með það hérna. Við erum líka með þennan gaur sem að Svo setja það á... Það er alveg mikið fyrir gameskip. Þetta er... Ég man ekki hvað hann heitir á íslensku, hvort það heitir bara Benny eða Bensi. Bensi? Eða eitthvað, já. En hann á svona einmitt, aðra vini, svona... Já. Ég man ekki hvað þær heita, Lenny, Benny og Susan. Kenny? Já, ég man það ekki. Já, Kenny. En þetta var hann, já. En, Og hann er gameskip, já. við erum líka með svona, Attack on Titan gaur hérna. Já. Hann ræðst á alltaf hérna, þú veist, borginu og étur litlu legokallana. Já, fyrir nú við. Þetta er gameskipið hans. En já, sem sagt... Ok, þetta er basically myndin í hnotskur, svo, Ó, hérna. en, Mælum við með myndinni, eða ekki? sko, ef þau fyrir Lego, já, Já. en, En sko, þetta er alveg rosalega flókin mynd, af því að fyrir það sem eru búin að horfa á fyrstu myndina, þá fjallar það svolítið þetta að það er faðir sem er að reyna vill hafa allt í röð og reglu, Já. en sonur hans vill leika sér með allt dótið sem hann á. Þannig að hann vill ekki alveg leyfa honum það fyrst, það faðirinn, en svo leyfir hann drengnum að leika sér. það er basically svona þetta þessi heimspeki sem að Lego stendur fyrir. Leikið vel, Lego. Já, einmitt. Leikið á réttahátt, ekki vera svona Lego nazisti eins og Will Ferrell í síðustu myndinni. Já, einmitt. Og þessi mynd snýst það að þessi systkini, yngri systir
stráksins í fyrirmynd. Já. Vill reyna að leika við hann, en hann vill það ekki, Já. vill leika sem við stegið, dót Já, og hann vill ekki leika með Duplo eða neitt þannig. eða prinsessu Fabioland eða eitthvað svoleiðis. Þessi mynd basically eitra karlmennsku, svona í hnótskvöld. Já, bara, já. Með alls konar plastköllum. Já. Leikfeng, Já. basically. Djúpt stuff. Já, en þú veist, já. Þetta er alveg rosalega svona litrík mynd og svolítið steikt og svona psychedelisk á köflum. Það er eftir að flokka þessu mynd undir svona cosmic horror, Já. sci-fi mynd. En samt svona fjölskyldumynd. Fjölskylduvænt. Já, fyrir Á góðan fjölskylduna. hátt. Já. Kosmískur horror fyrir fjölskylduna. Já, Já. það er svona, Það er karakter sem getur breytt sér í hvað sem er já. í þessari mynd. Sem kannski getur það erfitt að koma henni í svona Lego set, en hugmyndin er mjög flott, Já. svona í myndinni. Queen whatever wanna be. Whatevs, Já. svona sem stytting. Okkur vantar hérna Knút til þess að segja okkur hver er leikferð, það hann er Já, svona en ég meina, já. IMDb heilinn Já, okkar. ég veit. Þið getið flettið bara upp eða þið hafið áhuga. Já, Eða skoða trailer eða eitthvað. þeir eru á netinu hvað sem er, svo Já, okkur ekki að... Af hverju ekki að fara aðeins dýpra? Þetta er svo mikið svona passive-aggressive bíóbíl. Já, ekki bara koma. Þið gefur ekki einu ásvöld, maður. Já, Hvað? Við erum bara hér til að leika okkur, sko. Við erum bara með leikongkassa, Já. þetta er bara geggjað. Þannig að- Við erum bara two-man children með leikongkassa. Er þetta það sem að maður er orðin að bara? Þessi innkaupakera sem liggur á hliðinu er basically þessi þáttur. Já. Þetta er svona, Protonus, nei, Patronus. Patronus, já. Patronus fyrir Þú þáttur. náðu svo rétt í fyrsta. Nei, ég sagði Protonus. Protonus. Sem er svona einhver svona framtíðarútgáfa af einhverju svona Protonus. Ég er komin frá plánundinu Pratana. Okkur vantar eitt tilkið af Protonus til þess Já. að berga plánundinu. Ég veit, Æjæjæjæ. En þessi, ég meina, þetta er alveg, já, þetta er mynd sem fjallar um fjölskyldu eins og allar aðrar Lego-myndinar. Bæði Já. Lego Batman og Lego Ninjago myndin fjallar allt um fjölskyldu. Já. Vitaskuld, ég hef ekki séð þær myndir, svo þú Nei. kannski... Þessi mynd er alveg betri. Já. Það er lægt að toppa fyrstu leikumyndina. Það er rosalega erfitt, sko. Hún var svona... Hún kom svo mikið á óvart. mjög refined líka. Það var mikið af svona litlu nuansum í þeirri mynd sem að einhvern veginn bara virkar rosalega vel samheild. Já. En þessi mynd var svona þetta var basically svona cosmic horror Les Miserables. Þetta er söngleikamynd Já, sem kom á óvart líka. Já. Og þetta er svona típisk svona framhalds svona children friendly mynd. Þetta er svona, þú veist, það er alltaf að vísa mikið í fyrstu myndina og líka að koma með, þú veist, karakterar sem eru fjölbreyttir og ekki eins svona juicy sögutráður einhvern veginn. Þú veist, það er fjallað um svona apocalypse scenario, svipað í fyrstu myndinni, sem kannski gera hana dálítið þreytta, mögulega. Já, hún fjallar svona um Harmamageddon. Harmamageddon, Já, sem kemur seinna í ljós hvað það þýðir. Einmitt. En já, það er mikið af svona existential og cosmic og svona þú veist, horror. Já, þetta er rosalega flókin mynd ef maður vill einmitt fara á kryfjana. Já, ef við gætum gert, þú veist, spoilersvæði dauðans, Já, einmitt. það tæki okkur svona klukkutíma á Já. skrifa myndina Einmitt. í svona grófum dráttum. Já. En ég veit ekki, þetta er bara... En í grunninn fjallar þetta bara um bróður og systur sem að kunni ekki að læra saman, neða kunni ekki að leika saman en þurfa að læra að leika saman. Já. Og það er alveg heill heimur byggður í kringum bara þetta, rifrildi. Og misskilningur og já, eins og Heimir sagði, tímaflakk og alls konar. Allskins svona lekobull. Já, og ný vít sem er þúrkari. Þurrkari? Já, það er svona íslenska þýðingin á þurrkara er þá þúrkari. Þurrkari, já. Já, eða vít þurrkarans. Já, það er svona Niflheim. Já, einmitt. Þessa veraldar. Það er svona... Það er helviti. Það er ákveðið svarthól. Já. Svona tilfinningulegt svarthól. Það sem leikfengum gleymast. Já, einmitt. Já. Án þess að fá hún í mikil smáatriði, en það helst þokkalega vel í hendur, en þú veist, samt sem ára, þetta er ekki einn svona
Mér finnst þess að húmórinn í þessari mynd sé ekki eins svona hann er ekki eins skarpur. Nei, ég mitt, þetta er Í fyrri svona myndinni. oft svipaðir brandarar, sömu brandarar. Og svona, þú veist, eitthvað álíka við dad jokes, þetta er svona augljósir brandarar og svona alltaf þú veist, oft sem það gerist að salurinn bara, þú veist, Það var ekki neitt. svona kvikið hljóð. En þetta er oft líka þannig að vonandi gerist þetta ekki og svo gerist það. Já. Það er svolítið mikið Best að byggja upp að þessum brand og hérna kemur panslandi. Já, það veit. En í þessari mynd þarf það að læra að brjóta hluti til þess að byggja það aftur upp. Þetta er bara algjör andstæða við það sem við lagðum í seinni myndinni, það Og ekki? það læra að vera bitur og vera fullorðinn og þroskast. Teikna á þau skekkjabrotta. Já. Og Will Ferrell á rosa lítið að línum í Ég þessari held mynd að nei, 6 línur eða eitthvað. og Liam Neeson er með eitt svona Já, ég veit ekki svona hvort það er Liam Neeson eða hvað, en... Þetta er svona Liam Neeson svona Þeir fengur gaurinn sem að gerði línurnar fyrir hérna leikfangi hans og hérna Taken. eða Welcome on the Tombstones eða eitthvað. Já. Nei, vegna þess að hérna bróðir hans Tom Hanks, hann gerir hérna Já, leikfanga hérna hans og hérna já, hann There's a snake in my boot. Þetta er Steve Neeson Já. sem að gerir hérna hans það hann Sneeson. Sneeson Já, komið inn innan heim sem við erum búin að skapa við að Já, ég veit. Þetta er hérna magnað. Þetta er bara kosmískur horror, sko, þessi þáttur. Já, sem gerist allt inn í þessum bíl. Já, ég veit. Þetta er það sem gerist að Knútur er ekki í þáttum, hann er svona jarðtengingin. Annars verðum við eitthvað algjört bull. Þetta er svona abstrakt eitthvað. Eins og Helgi Björns er með stinningavanda eða eitthvað. Já, Svona throwback. Helgi Björns er með stinningavanda. Já. Og þetta er ekki spoiler, út því að... Nei, það veit þetta allir. Þetta er löngu vita. Þetta er mjög spesmynd. Já. En Það mun aldrei líta dagsins ljós. Jú, ok, já. þið gerðu heila myndina. Já, reyndar. Svo, Þannig, já. Það mun brenna í dagsins ljósi. My eyes! En já, við skemmt okkur mikið í bíóbílum. Já, En en ekki Knútur, nei, ok. Það er hérna, ég veit ekki, sko, þú veist, ég mæri alveg með þessari mynd. Þetta er náttúrulega ekki fyrir, þú veist, take your kids. kannski allt of fullorðna einstaklinga. Já. Svona fólk sem að er allt of jarðað. Já, nei, bara takkið börnum eitthvað með, þið hafa alveg gaman þessu líka. Yes, við horfðum og fórum á hana á ensku tali, þannig að ég... 10 sýning í Álfabakka, Já, það er skrýtnasta, þú veist, blanda fyrir The Lego Movie 2 já, sem við getum fengið. en málið er Með sko, ensku tali. ef við förum á hana með ensku tali fyrir á daginn, þá er líklega að það séu ungi krakkar. Já. Og þá er einhverjir sem er að útskýra fyrir ungu krökkunum hvað allir eru að segja. Já, Þannig að einu leiðin til þess að fá í rauninni frið fyrir því er að fara svona seint. ég man eftir því að við fórum á The Mule og við gerum ekki bíóbíl Nei. þá mynd út af einhverjum ástæðum. Já, Clint Eastwood var aðeins og hrukkaður. Já, við sáum það vel, það er huggátt það. Hann endar í krukku, hann er það hrukkaður, já. Þeir senda hann ekki í fangilsi, þeir senda hann í krukku. Já, Hann ok. breytir sér svo að krukku. Já, En hann er súr gúrku. málum við þáferð, við fórum með Álfabakka líka síðast, sama sal. Og það var einhver maður sem var að útskýra á pólsku fyrir hérna fólki sinni hvað var að einmitt. gerast í myndinni. Já, einmitt. Svo það, já. Það gerist ekki hér. Nei, Hvorki en með það væri pólska mjög foreldra. skrítið að eitthvað pólskumaður útskrifa fyrir foreldri sínu hvað var að gerast í The Lego Movie. Það var hann stanslist að tala og var alltaf að koma með svona absúrt kenningar tilvist og... Þannig að það væri best ef hann væri að hlæja þegar aðalpersónan væri að hlæja. Já. Það er ekki að gera sviðinu sem að gera svona tákmáls svona þýðingar. Já, það myndi svo fara að syngja í öllum þessu lögum hann að Gera svona dans, svona... This song is gonna Ok. get stuck inside your... Það er eitt lag í þessari mynd, smá viðvörun, sem að mun mögulega festi sig heila Já, okkur. það- Það gerist ekki endilega með... Nei, þetta er nefnilega lag sem að þú getur gleymt, en, já. Þú getur kosið að gleyma því, en þú veist, þú þarft að vera alveg vilja sterkur eins og við tveir. Einmitt, Við höfum séð Já. alveg hvílíkan hrylling einmitt, já, og heyrt Já. hérna, einmitt, Hansi Mörg, Já. heila Mm. lím nákvæmlega, lög, já. hérna, Já.
Batman er líka í þessari mynd. Já, og það er gert alls konar tilvísanir í Batman svona lore. Já. Og líka svona Superman lore og Justice League. Og það gerast pínubrandara af hverju það er ekki Marvel persónur í þessu. Já, það fyrir einn heill brandara í það. Já, alveg ein lína, já. Ég held meira að segja að Gandalfur hafi sagt línuna. Já. Ég held það, sko. Einhver í Apocalypse World. Já. Já, það er þessi Apocalypse heimur sem er svona það sem rís upp úr öskunni frá fyrirmyndinni. Þú ert með þetta með Metropolis borgina, það er alveg kallt inn henni. Já, það er svolítið kallt. Það er alveg kallt, en við lifum vonda af, við breytum svona vonda ekki í stríðakalla. Nei, þeir byggja þessa... Þeir byggja þessa... We built this city. Þeir byggja þessa borg á í rauninu rústum frelsisstyttunnar og lítur út svona svolítið eins og æxli á frelsisstyttunni. Svona í svona Ready Player One heiminum þar sem allir búa í einhvern svona vörugámum. Já. Ef þú myndir, þú veist, dálítið umbreyta þessa mynd, þetta er svona alveg ágætið svona, þú veist, svona Dune, eða þú veist svona sci-fi. Já, en þá ertu farin að spá, sko, þú veist, af því að það er alltaf svona the man upstairs. Já. Að þú veist, það er... Skaparinn. Það eru krakkar að leika sér með okkur. Sá sem leikur sér. Já, einmitt, the one who players. plays. Oh, the one who plays. Já. Above the stairs. En já, það er einmitt, það eru tilvísanir í, Stargate. Já. Og hellinga tímafræðalags myndum og þáttum. Engin tilvísun í Dune sem við tók eftir. Nei, ekki, nei. En það var svona smá Mad Max svona, þú veist, vibe í byrjumyndana sem við alveg fyndum nokkuð þegar Warner Bros. Framleiti þessa mynd en vilja ekki framlega Mad Max 2 vegna þess að þau í málaferlum við George Miller. Já, við skulum segja framhaldið af síðustu Mad Max mynd sem var ekki Mad Max. Þetta var svona þeirra leið til að halda áfram án þess að halda áfram með það mynd. En bara googlið George Miller, Warner Bros. Eitthvað lawyer mixa. Dispute. Já, dispute, já. Dispute. Já. Hvað, helikopter? Það er ekki nóg fyrir ykkur. Hvað viljið þið fá meira? Hvað viljið þið meir? Já, við erum bara hér til að skemmta ykkur. Viljið þið sjá 2 fullorðna kalla leika okkur með hérna? Aðra kalla? Með aðra kalla? Með minni plastköllum? Já, með minni köllum, já. Nei, býtu. Hérna, já. Ég var leikum, já, nei. Ok, en já. En mér finnst þetta voðalega sniðugt að því að þessar persónur sem eru í þessum búningum hér eru byggðar á í rauninu upprunalegu gameköllunum. Já. Þannig að það er rosalega mikið af tilvísunum í þessari mynd og Lego Movie 1 í rauninu svona sögu og þróun Lego fyrirtækisins og hvað þau eru að framleiða. Ég get mælt með einum þætti af heimildamynda þáttaröðinni The Toys That Made Us. Það er einn þáttur Lego og hvernig þú veist heila hugmyndin Lego varð til. Já. The Lego System. Það er með tala, mikið system. Já. Og það er sem að allir kubbarnir þurfa að passa saman samkvæmt ákveðnum svona starffræði formúlum. Fylgja allir sömu uppskriftinu þátt við að þessu nýjar gamlir. Já, einmitt. Þannig að mælum með því. Svona til dæmis eins og með þennan, þó að séu rosalega mikið af mismunandi kubbum að þá passa þeir allir nokkurn veginn saman. Já. Já, skilur, þú veist, þetta passar allt saman. Aflimun! Já. En já, í stuttumáli sagt Aflimun. Ok. Já, í stuttumáli sagt, þetta er skemmtileg fjölskyldumynd. Þetta er alveg krefjandi fyrir þá sem að vilja krefja. Já. Þannig að ef einhver annar vill gera spoilersvæði dauðans fyrir okkur þá myndum við endilega vilja sjá það. Já. Við eiginlega nennum því ekki núna. Nei, mitt klukkan er svolítið mikið. Já. Við þurfum að vakna ekki snemma á morgun, þannig að... Nei, já. Það er næsta bara, já. Að því bara, já. Okkur er kallt. Queen whatever I wanna be. Queen whatever, já. Að því bara. En já, þú veist, ég veit ekki hvað þá ætlum að gera einhvernir. Það er alveg svona... Hvað abstrakt einhvern fyrir abstrakt mynd? Pera? Pera? Eða banani, það er náttúrulega fullt af bönunum í þessu, eða það er 1 banani í þessu. Það er 1 karakter sem er aftur banani, sem er alltaf að... Ég held að það sé svona fyndnasta aukapersónan í þessari mynd. Af hverju fullmótaðasta aukapersónan fyrir alltaf það sem að, þú veist, svona nýja
persónan. Sem að koma úr mótinu, þá plastmótinu. Já. Já. Hann er alltaf að renna á sjálfum sér. Sem er svona alveg svona existentially horrifying. Já, einmitt. Eða þú veist, hann er sín eigin mistök, einhvern veginn, já. Hann er svona dagleg áminning hverskinn skepna hann er. Já. Og hverju gallana hann segir. En já, Richard Ayoade, hann er leikur, en er eitt svona, það bara kom bara, wow. Já, við sátum hlið við hlið og við vorum svona, við lítum á hvort annað. Við konumst þessar Við rödd, könnumst þessa rödd. hver er þetta? Hver er þetta? Og ég svona physically pikkaði Arnar bara leið og við föttum það eiginlega á sama tíma og hann var svona, En já, hérna, engin Jimmy Carr samt. nei, Það er kannski fyrir bestu. nei. En já, Lord and Miller, þeir hérna í rauninni, þeir bjúgu til þess að sögu. Það eru allt aðri sem að í rauninni eru að leikstýra. Já. 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 Ok, ég held að þetta sé bara fínt. Já. Já. En ok, við erum búin að, þú veist, mæla með þessu núna fyrir fjölskyldur og allt svoleiðis. Já. En fyrir svona augla eins og okkur, þú veist. Alveg definitely. Já, ok. Já. Okay. Ég, þú veist, ég sé ekki eftir að hafa horfa á þessa mynd. Nei, nákvæmlega. Svalaði fórnir minni og... Þessi mynd minnir mig svolítið á svona Svamp Sveinsson myndirnar. Já. Þetta eru rosalega absúrt og fáránlegar, Já. en það er samt eitthvað sem að fær mann til þess að vilja horfa á þær. Algjörlega. Já. Og það er bara held ég út af þessum svona sköpunarkrafti sem að myndast í kringum þessar myndir. Já, það... Ég öðlaðist nokkar heila hrukkur við að horfa á þessa mynd. Hún svona reyndi á ímyndafli. Já, nokkulega. Svona, meira svona... Og hérna, já. Nei, ég mæli með. Oh boy. Smá hérna loft í þessum dreng. Í þessum drengum. Heitt loft. Heitt loft. Það verður maður að tappa að þeim. Bíluna guðast alltaf svona Já. rækilega vel henni. Það verður stækja. Stækja. En já, ég veit ekki hvaða myndur er næst. Þetta er rosalega óregluleg sería hjá okkur. Já, ég meina við fórum í The Thing í janúar. Já. Nú erum við komin í februar, við fórum á The Lego Movie 2, The Second Part. Við gerðum ekki eins og bíóbílum The Mule, sem hefði alveg verið góð bíóbíl. Já, svona já, við höfum bara verið að tala um hvað Clint Eastwood var raukóttur og að keyra bíl og syngja hálfnakinn. Hann var hálfnakinn, það var það aðtug. Ég var búinn að skrúpa það úr minninu, já. Það mun aldrei yfirgeða þennar, það mun alltaf vera til stað. Það er inn í einu af þessum heila raukum sem þú varst að tala um. Það er mjög langt svona twerk-atrið í þeirri mynd. Og það er ekki Clint Eastwood sem er að twerka. Bara að taka það fram. Nei. Eða ekki svo við getum greint allavega. Þetta er bara þú svona ferð inn í hugarheim nýræðs manns sem að hefur engu að tapa. Já. Leikstöðum sem sagt, ekki karakterinn í myndinni. Já, einmitt. Og það er svolítið rétt. Bað dált, ég ímynda með hann bara þau svona, getum við bara haft svona mjög langt pan skot af þess að gælu að twerka. Beinti fram með myndaðurna, það var næs. Ég hef búinn að gleyma því að hann leikstýrir svo líka. Já. Það er ekki að meika svo mikið sens. Já, þetta er basically svona, þú veist, svona, hugarheimurinn hans. Þú talar um að þetta væri svona Adam Sandler mynd með Clint Eastwood. Já, hann vildi gera mynd með vinnu sínu og fæði smá svona frí. Já, keyrum landið og eitthvað svona. Komum öllum saman aftur, þetta er gaman. Fá Bradley Cooper. Já, Bradley Cooper, hann er næs. Marco Peña. Fá Andy Garcia í smá hlutverk líka. Já. Ég held að við séum svona hæglega að deyja úr kulda. Já, heilin okkar er svona að minnka og svona... Förum að sjá svona... Grey matter í heilin okkar. Förðulega hluti og eitthvað svona, já. Úff. Já, en svo við... Það er líf. Ok. En já, ég veit ekki hver næsta myndin verður. Það er smá svona... Nei, við förum örgulega á Captain Marvel sem er í mars. Það er eftir mánuð. Já, þetta er ekki bara svona mánuðarlega þættir. Jú, vá, 12 þættir, yes. Yes. Hlakki til, það verður 10 þættir við viðbót. Og gæðin verða svo sama. Já, en allavega við kveðum ykkur í bili frá Álfabakka. Já. Í uppgufaða bílnum hans Ragnars. Já. Hérna. Já. Bless. Já. Ok.